Og svo förum við í útsendingu. Freydís, gefur okkur merki. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn, 14. febrúar árið 2023 og settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1368 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir hér til fundar. Það Valgarður L. Jónsson, forseti bæjarstjórnar, sem hér talar. Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Líf Ása Skarstað, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og Björn Guðmundsson, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í fjarveru Jónínu Margrétar Sigmundsdóttur. Einnig sitja fundinn þeir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Það Steinar sem sér ritun fundargerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2205-006, þjónustu gjaldskrá breyting. Það á samþykkti á fundi sínum 27. janúar síðastliðinn, breytingu á gjaldskrá Akraneskaupstaðar skipulags- og byggingamál og vísaði til bæjarstjórnar Akranes til endanlegrar ákvörðunar. Og gjaldskráin liggur hér fyrir og orðið laust þennan fundarleik. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bara ber ég þetta mál upp til atkvæðagreiðslu og þá bið ég þá sem að samþykkja gjaldskrá Akraneskaupstaðar skipulags- og byggingamál, svo hún liggur hér fyrir í fundargögnum, samþykkja gjaldskrána, gjöra svo vel að gefa merki. Það eru 8 hendur á lofti, einhver á móti, svo ekki. Gjaldskráin samþykkt með 8 atkvæðum, einn bæjarfulltrúi situr hjá. Annar fundarliður, málsnúmer 2210-098, Beitarhólf og Slægjustykki. Og þarna eru lagðar fram breytingar á reglum Slægjustykki. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum 7. febrúar síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn Akranes að samþykkja endurskoðaðar reglur Slægjustykki og Beitarhólf. Og þær liggja hér fyrir með breytingum og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja reglunar eins og þær eru hér framlagðar og gera svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðji fundarliður, málsnúmer 2209-027, Betra Ísland, en að ræða reglur rafrænar kosningar á okkar Akranes. Og skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum 7. febrúar síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn Akranes að samþykkja fyrirliggjandi reglur rafræna kosningu vegna okkar Akranes. Og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem að kveður sér hljóðs. En svona fyrir þá sem að eru að fylgjast með, að þá sem sagt hér að ræða kosningakerfi, þar sem að ætlunin að leita samráðs við íbúa ýmis skipulags- og framkvæmdaverkefni.
þess vegna kemur þetta mál hingað til bæjarstjórnar í gegnum skipulags- og umhverfisráð og bara mjög spennandi og skemmtilegt verkefni. Og þetta eru sett reglur varðandi þær kosningar. Þá bara leggjum við þetta til atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja fyrirliggjandi reglur rafrænar kosningar á okkar Akranes gjöru svo vel að gefa merki. Það samþykkt 9-0. Og við förum í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 23-01-002 og þetta eru fundargerð í bæjarráðs á árinu 2023. Lögð fram fundargerð frá fundi númer 3525 sem fram fór þann 27. janúar síðastliðinn. Og við lausnum þessa fundargerð. Og það bæði fulltrúi Líf Lárusdóttir sem var alveg til sögum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Mér langaði til að koma hérna upp undir þessari fundargerð bæjarráðs og ræða aðeins húsnæðismálin sem að þar eru til umfjöllunar. Maður hefur svona heyrt kannski í umræðuna þessa í tilviki húsa sem að við erum að velta upp þeim möguleika að setja í söluferli eins og í tilviki Landsbókahússins og Vesturgötu 62. Svona þessi umræði að við séum þá að útiloka ákveðna hluti eða séum í rauninni kannski að ekki að sjá eitthvað tækifæri í nýtingu en ég held að það sem kannski og fólk kannski að vísa í að það sé búið að reyna að selja þessi hús og svo framvegis. Þetta sé bara mikilvægt að við áttum okkur því að það á sjálfsögðu breytt staða og með þessu að setja þessi hús í söluferli þar sem aðrir hlutir en bara hæsta verð gildir, þá erum við líka að sjá hvað að núti. Einhverja hluti sem við jafnvel vitum ekki, einhverja aðilar sem eru áhugasamir. Nú ef ekkert kemur þá erum við bara komin með nýja stöðu í hendurnar. Mér finnst bara að mikilvægt að árétta að það ennþá langflestir möguleikar upp á borðinu og ég hlakka mikið til að sjá hvað kemur hann upp. Þegar ég held að eins og ég segi, þó að Landsbókahúsið hafi verið til sölu fyrir einhverjum árum, þá vitum við bara ekkert hvað tækifæri eru mögulega núti í dag og ég vona innilega að það sé eitthvað flott sem býður okkur þar. Og það bara að nefna þetta. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Líf Lárusdóttir. Og orðið laust að nýju fundargerð bæjarráðs. Það fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson fara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarstjórn og bæjarstjóri. Ég ætla bara að koma upp og taka undir orð formanns bæjarráðs, Líf Lárusdóttur. Ég held að þetta sé alveg tilraunarinnar virði að auglýsa húsið og sjá hvað hugmyndir menn hafa varðandi uppbyggingu á þeim og þá líka mæla bara hvort að hvað markaðurinn telur þau vera mikil suði og mörg þeirra eru alveg skemmtileg hús. Ég tek til dæmis Vesturgötu 62 gamla íbúðhúsið. Maður sér alveg fyrir sér að það er hægt að gera mjög margt skemmtilegt í því húsi, sé húsið í lagi eða sem sagt uppgeranlegt og viðgerðarhæft, þá þetta stór salur neðri Skaga sem væri hægt að nota í ýmislegt, ég segi ekki stór en samt salur, þeir eru á skornum skammti í Gamlaveginum. Þannig að ég tel að sniðugir aðilar geti komið margar skemmtilegar hugmyndir og sama á við Landsbókahúsið. Þannig að ég held að þetta sé mjög jákvætt að prófa þetta allavega. Við erum eins og kom fram með formanns bæjarráðs, þá þetta náttúrulega bara, þá erum við ekki að útiloka neina aðra möguleika með því að prófa þetta í byrjun. Þannig að ég er ánægður með þetta. Takk fyrir.
Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Örn Sveinsson. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Lífós Skarðstað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að kemur upp og ræða tvennt í fundargerð bæjarráðs og fyrsta þá ætla ég að taka undir með bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttur og bæjarfulltrúa Kristján Halli Sveinssyni varðandi þessi málsögðu ræddu varðandi Suðurgötu 57 og Vesturgötu 62. Það hefur nú verið ansi hávær umræða í bænum varðandi það að með því að setja bæjarskurðstofur í miðbænum að þannig sköpuðu líf í miðbænum. Ég held að það sé eitthvað sem sé kannski ekki alveg ljóst, en eitt sem ég allavega vill vera svolítið að mótmæla þegar að fólk heldur því fram að með því að vilja ekki setja bæjarskurðstofur í miðbæn að þá sé maður á móti uppbyggingu miðbæjarins. Þetta er gjörsamlega fráleit umræða og bara held ég lýsi bara allavega ég sem tala hér allavega mjög mikið fyrir uppbyggingu miðbæjarins en ég kannski ekki endilega sammála því að það þurfi að vera bæjarskurðstofur þar. En ég fagna því allavega að við séum að taka þetta skref því ég held líka að umferði í dag allt öðruvísi heldur en hún var fyrir nokkrum árum síðan. Og áhuginn á Akranesi virðist vera mikið meiri í dag og meðal fjárfesta og annarra þannig að ég held að við séum að gera góða hluti með því að gera þetta svona. Annað sem ég ætla að ræða að það er varðandi Saman á Skaga, verkefni sem hefur verið hérna í gangi og það var verið að ræða það daginn varðandi að halda því verkefni áfram og ég vil bara hvetja bæjarráð til þess að veita bara varanlegt fé í það verkefni. Því að þetta hefur reynst mjög vel og margir sem horfa til þess að þetta haldi áfram. Þannig að já, bara hvetja ykkur til þess. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lífós Skarðstað. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þar með telst fundargerð ráðsins númer 3525 hafa verið hér lögð fram. 5. fundarliður hefur málsnúmer 230105 fyrir fundargerði skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2023 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir frá fundi númer 257 sem framfór 30. janúar síðastliðinn og fundi númer 258 frá fundi sem framfór þann 7. febrúar síðastliðinn. Og þessar 2 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs eru hér lagðar fram til umræðu. Ég vil áður en ég gef orðið laust minna bæjarfulltrúa á að þegar við ræðum fundargerðir að nefna fundarliðina sem þið ávarpið, númer hvers fundarliðar og þá númer fundargerðar þegar það eru fleiri en einn. Og orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Þór Guðjónsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir á hlýða. Það er þarna í 3. lið í 257. fundargerð varðandi Brekkubæjarskóla. Þar erum við komin í það að bjóða út hönnun á Brekkubæjarskóla. Fengum þarna 2 tilboð og töluvert auðvitað yfir kostnaðaráætlun en þetta var reyndar hlutur sem að okkur grunaði fyrirfram að myndi gerast og leggjum við til að það verði samið við verkfræðistofuna við sjá og þetta er eitt af þeim verkefni bara sem við þurfum að hlaupa í og reyna að keyra áfram eins vel og hægt er. Í 258. fundi 1. lið, þar er grundaskóli, opnun á tilboðunum
þar sem að 2 tilboð bárust í þá stóru framkvæmd og leggjum við til að verði samið við Sjamma EHF og teljum við bara að það sé svona nokkuð ásættanlegt tilboð, bara tilboð. Einnig á þessum sama fundi til 3. lið kom hann Jón Arnar, garðyrkjustjóri til okkar og kynnti endurskipulagningu vinnuskólans. Það var mjög áhugaverða kynningu þar og skjal sem í gangi varðandi hvað við getum gert til að hjálpa börnunum að koma betur undirbúin bara í lífið almennt, bæði með aðstoð með vinnu, skilninga og hinn og þessu, varðandi launaseðla, skattframtöl og annað námskeið sem við getum hugsanlega boðið upp á og svoleiðis í framtíðinni og bara glæsileg vinna hjá Jóni Arnari og það verður bara gaman að sjá þegar það komið lengra. Annað var það ekki varðandi þessar 2 fundargerðir í bili. Takk. Takk fyrir. Guðmundur Ingi Guðjónsson, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskast að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það enginn sem kveður sér hljóðs og teljast á þessar 2 fundargerðir ráðsins framlagðar. Við förum í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 23-004 fyrir fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2023 og lögð fram fundargerð 209. fundar sem framfór þann 8. febrúar síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð ráðsins. Og bæjarfulltrúi Lífás og Skasta, Rauður, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að ræða hérna lið nr. 5, 22.11.26, sundkennsla á skólamötuneyti. Þetta erindi sem barst á bæjarstjórnarfundi unga fólksins þar sem var farið yfir fyrirkomulag sundkennslu á skólamötuneyti. Ég ætla svo sem ekkert mikið að ræða varðandi sundkennsluna en skólamötuneyti. Árið 2019 þá var ég í starfshópi ásamt Ólöfu Lindu Ólafsdóttur sem var þá fyrir Sjálfstæðisflokksins. Við sátum í vinnuhópum mötuneytismál. Vorum þar í 2 ár að vinna að framtíðarskipulagi mötuneytismála á Akranesi. Mjög góð vinna sem fórum í, mikil vinna, það var alveg farið fram og tilbaka og við kynntum okkur málun alveg frá öllum hliðum. Skýrslan kom út og margt gott í skýrslunni en svo hún bara upp í hillu og safnar ryki. Þannig að ég ætla, þarna ákall frá nemendum að taka upp betri mötuneytisskipulag. Og ég tel rétt að við tökum þessa skýrslu, dustum á henni rykið, skoðum hvað kom út úr henni, því það mjög margt gott í henni. Hún ekkert að gömul, þannig að það vel hægt að nota þetta. Og bara hvetja okkur til þess að fara vel og vandlega yfir þetta bæjarstjórn saman. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífás og Skasta og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Guðjónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það undir 1. lið þessar fundargerðar, varðandi sumarleyfi leikskólana. Ég hef talað þetta á morgunstöðum lengi í mörg ár. Það varðandi sumaropnun eða sumarlokun kannski leikskólan á Akranesi. Ég trúi ekki öðru en að við sem getum fundið einhvern flöt á því að geta haft leikskólan okkur og opna yfir sumarið. Gerir mig alveg fyllilega grein fyrir að þetta kallar á óhemju vinnu hjá okkur og útreikninga og allt það því tengt. Vegna þess að þótt að sterti mig kannski ekki
persónulega, en það bara margir sem að lenda í því alltaf að þurfa að taka sitt sumarfrí á þessum tíma og sumir fá það ekki, sökum vinnu, það bara skipt fyrir að setna eða þrískipt sumarfríð og allt því tengt og erum við að setja foreldra náttúrulega í svolítið bobba. Og ég held að við þurfum að reyna að setjast í smá vinnu núna að hvort það sé möguleiki að gera þetta öðruvísi fyrir sumarið 2024. Við erum ekkert að fara að breyta henni núna, en ég held að við ætlum að skoða allavega og velta upp því sem við getum velt upp og hvaða möguleika við höfum í þessu máli. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Orðið er laust að nýju, fundtekir skóla- og frístundaráðs og bæjarfulltrúi Lífás og Skarðstað fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem að hlýða. Varðandi athugasemdirnar frá bæjarfulltrúa Guðmundi Ingþór vildi koma upp þar sem ég sitt í skóla- og frístundaráði, ræða það að ég er sama sinnis og Guðmundur Ingþór og er mikið talað fyrir því að það hljóti að vera hægt að hafa opið á sumrin. Þessi umræða hefur ekki farið vel í leikskólastjóra eða leikskólakennara af einhverjum ástæðum og mikið vitnað í hérna fyrir nokkrum árum síðan þegar að var ákveðið að hafa opið, sem sagt, hvað var það, 2 vikur sem var lokað, en annars var opið. Þá var það þannig að þá fluttu börnin á milli leikskóla. Þurftu að fara, þau sem voru í Tegaseli, þau þurftu að kannski fara upp á Akrasel og öðruvísi. Þetta gekk víst alveg allt í lagi, en foreldrar kvörtuðu yfir því að þurfa að flytja barnið sitt og svo var líka kvartað yfir því að þetta hefði kostað óhemju mikla peninga og það hefur líka, og það var rætt það að það væri svo sem alveg hægt að gera þetta en það þyrfti þá að fylgja fjármagn með. Og ég er alveg sammála því, ég held að við gætum alveg verið svolítið kreatífi að hugsa einhverju leiðir til þess að hafa opið. Það er ekki allir sem eru með frí á sama tíma, það er bara þannig. En við þurfum líka kannski fyrst og fremst að hugsa þá sem að hafa ekkert bakland og geta ekki. En það er náttúrulega sett í lög að börn skuli taka 4 vikna samfellt frí á hverju ári og það er eitthvað sem við getum ekki skorast undan. Það er bara skylda og lög. En við hljótum að geta samt sem áður fundið einhverja leiðir og þá held ég að það þurfum bara allir að koma að því með opnum hug, bæði við og leikskólastjórar og við þurfum þá líka að hugsa það að við þurfum að vera tilbúin til að setja pening í það. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Lífás og Skarðstað. Orðið er laust að nýju, fundtekir skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla aðeins að koma og tjá mig fyrsta lið í fundargerð 209. Ég get tekið undir sumt af því sem er bæjarfulltrúar sem hafa talað þennan lið sögðu, en þetta hefur verið mjög erfitt í raun að leysa þetta mál, að sjálfsögðu ættu leikskólar að vera opnir allt árið. Þetta er ákveðin þjónusta sem við veitum foreldrum, þannig að þau geti skipulagt sinn vinnutíma þá í samráði við sína vinnuveitendur. Einhverra hluta vegna þá hafa þau úrræði sem við höfum tekið upp á í gegnum árin að eins og kom hér fram áður að þá var opinn einn leikskóli af 4 að undanskildi að það var alltaf lokað í 2 vikur en það voru 3 vikur ef ég man rétt
sem að þá einn leikskóli dekkaði fyrir alla hina og það er rétt að þá fóru börn af hinum leikskólunum í annan leikskóla og þar voru líka þá sem sagt leikskóla kennarar og starfsfólk af öðrum leikskólum. Þannig að umræðan var það að börnin ættu erfitt með að venjast nýju fólki, nýjum stað, en svona það er ábyggilega rétt að einhverju leyti, en ég held að það hafi líka verið sumir foreldrarnir sem áttu erfitt með að venjast nýjum leikskóla og fara með börnin þangað, en það sem í rauninni var leiðilegast við þetta verkefni var það að foreldrar skráðu börnin í leikskólan sem var þá opinn og niðurstaðan var bara sú að börnin voru kannski ekkert að skila sér í leikskólan, þannig að foreldrarnir skráðu þau inn en svo mætti færri einstaklingar heldur en höfðu verið skráður og þetta var sérstaklega slæmt heldur síðustu vikuna sem var opið. Þannig að eftir 3 sumur heldur frekar en 4 og þá í rauninni var þetta lagt niður og síðan hefur við í rauninni lifað við það fyrirkomulag sem hefur verið hingað til að nema við breytum því aðeins núna, hingað til hefur verið gerð könnun með foreldrum hvenær þeir þeim hugnist að skólanum sé lokað yfir sumarið. Það var ákveðið að gera það ekki núna, en eftir sem áður að þá stöndum við frammi fyrir því að það eru fjölskyldur sem eru í vanda á þessu tímabili. Það er bara eitthvað sem við þurfum að leysa. Hvort að það þurfi endilega að vera opinn leikskóli eða einhver önnur úrræði sem að við getum boðið upp á að þá verðum við að leggja höfuðið í bleyti og reyna að leysa þessi mál. Því það eru fullt af fjölskyldum sem að eiga kannski ekki mikið bakland og jafnvel ekkert og báðir aðilarnir, foreldrarnir stunda þá vinnu og jafnvel í Reykjavík. Þannig að þetta getur verið örugglega mjög snúið. En við þurfum að finna einhverja leið til þess að þjónusta það fólk sem að nauðsynlega þarf á þessu að halda. Ég sjálfu sér, nú kannski segi eitthvað sem á ekki að segja, en ég sjálfu sér vorkenni kannski ekki þeim foreldrum sem að hafa, sem sagt, þetta eru 4-5 ár og kannski eitthvað sumari lendir þetta illa, þannig að fjölskyldan sem slík getur ekki verið öll saman á sama tíma, en miðað við sumarfrísdaga foreldra og barna þá er nánast öruggt að þau geta verið einhver tíma af sumarfríinu saman. Þannig að þetta er fólk, fjölskyldur sem geta alveg bjargað sér, og ég tala ekki það sem að eru til eldri systkin og annað sem bjarga málunum, en við þurfum að hugsa þá sem að virkilega lenda í neyð á þessu tímabili. Og ég reikna með að við leggjumst yfir það þannig að minnstakosti sumarið 24 og þá verðum við með einhverja lausn, því að okkur í rauninni ber líka skylda til þess að hugsa fjármuni bæjarins og það er óhemju dýrt að hafa leikskóla opinn, talgjum eða eru allir opnir yfir þetta
sumarlegis tímabil því að leikskóla starfsfólk í leikskólum það líka sumarfrí þannig að þetta töluvert dýrt og við þurfum að finna það út einhverja leið sem að kostar þá ekki jafn mikið en það alveg öruggt að það mun kosta eitthvað að leysa þessi mál. Ég læt á staðnum með. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óskiptir að ræða fundargerð skóla- og vísindaráðs? Svo ekki. Hún þar með framlögð. Við förum í 7. fundarlið. Málsnúmer 23-01-003 til fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2023 og lögðu fram fundargerð 197. fundar sem framfór hann 7. febrúar síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri á hlýða. Ég ætla hérna að tala undir lið 4 sem samræmd móttaka flóttafólks. Við erum að gerast móttökusveitarfélag vegna samræmdu móttöku flóttafólks. Og raunin sú að við erum að samþykkja, það okkar tillaga í velferðar- og mannréttindaráði að við tökum á móti að lágmarki 40 og hámarki 80 notendum en svo það 60 notendur sem í hverju sinni á fyrsta ári og það bara í raun og veru staðan sem við erum í núna. Að við erum með þetta marga notendur á fyrsta ári í þjónustu hjá okkur þannig að við erum að ganga inn í samninginn á þess að bæta við fjöldan eins og staðan núna, bara sem eru nú þegar í þjónustu hjá okkur og við erum að tryggja okkur þá aðkomu ríkisins að því skipulagi og greiðslum frá þeim samkvæmt þessum samningi. En síðan það þannig náttúrulega að fólk gengur út af þessu fyrsta ári og yfir en heildarfjöldin þá 80. Þannig að það fer að gerast þá núna eftir að við byrjum að taka við flóttamönnum svona eiginlega byrjun stríðsins í Úkraínu og þeir byrja fyrstu hópurinn eða fyrstu fjölskyldunar að koma hingað í apríl og þá það fólk að klára sitt fyrsta ár og svo það bara spurning hversu vel gengur að fyrir fólk að ganga út í þjónustuna okkar og hvernig við getum þá tekið við nýjum. Það náttúrulega líka háð því hversu vel okkur gengur að skapa húsnæði og sá þáttur í samningnum aðeins, hvað maður að segja, hagfelldari fyrir sveitarfélögin heldur en hann var í byrjun. Þannig að segja að við erum ekki, við séum ekki, það ekki eins og rík refsing fyrir því að geta ekki, ef að húsnæðisvandinn það mikill að við náum ekki að skaffa húsnæði. Þetta bara ágætt að þetta byrjaði vegna þess að okkur, við erum nú þegar að kosta til starfsfólki í þessu vinnu og það hefur haldið einstaklega vel utan það starfsfólk sem er á velferðar- og mannréttindasviði og faggilskyldar, þannig að nú erum við allavega komin inn með samningum og getum þá ráðið starfsfólk inn í verkefni sem þá greitt með framlagi ríkisins. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Orðið laust, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs.
Það ekki fleiri sem óska eftir að ræða hana og telst hún þá þar með framlögð. Við förum í 8. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 23-01-024. Fundargerðir árið 2023 frá Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili. Lögðu fram fundargerð frá 136. fundi stjórnar Höfða sem fram fór þann 30. janúar síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð. Það fulltrúi Einar Brandsson per orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langar aðeins að útskýra hér lið númer 4 í þessari fundargerð. En við leyfum forseta að byrja á því að lesa bókun stjórnarinnar varðandi það erindi sem henni barst varðandi svokölluð Árnahús. Stjórn Höfða leggst gegn framkvæmdum, endurbótum og Sólmundarhöfða 2 þar sem stjórnin telur að þær geti hamlað framtíðar uppbyggingu á Höfða. Þar sem stjórn Höfða hefur verulegar áhyggjur af ástandi húsnæðis á Sólmundarhöfða 2 og óttast að þær að hluta eða öllu leyti geti fokið á húsnæði Höfða, óskar hún eftir að ákvörðun verði tekin sem allra fyrst að núverandi húseignir af Sólmundarhöfða 2 verði fjarlægðar. Í þessu má ekki leggja kannski þann skilning að stjórn Höfða sé í sjálfu sér andvíg því að Árnahús verði gerð upp í einhverri mynd, en stjórnin bendir á að núverandi staðsetning Árnahús á Sólmundarhöfða 2 getur þvælst fyrir því að það verði hægt að byggja eina álmu í þessa átt út frá húsnæðinu á Höfða. Þannig að það ástæðan í rauninni fyrir því að stjórnin óskar þess í rauninni að lóðin Sólmundarhöfða 2 verði þá tiltæk fyrir framtíðar uppbyggingu á Höfða þegar að því kemur að við fáum leyfi til þess að stækka. Ég held að það sé alveg í rauninni óumdeilt að við þurfum fleiri hjúkrunarrými á Höfða og þrátt fyrir það að í umræðinu sé ákveðin umræðum það að leggja meiri áherslu á það að fólk geti búið lengur heima, að það í rauninni kemur ekki í veg fyrir það að við fáum innan ekki svo margra ára töluvert stærri hóp sem þarf á þjónustu stofnana eins og Höfði er. En það má reikna með því að það fólk verði í rauninni veikara jafnvel heldur en það er í dag. Þannig að samkvæmt öllum spám mannfjölda og aldursdreifing á því að þá liggur alveg ljóst fyrir að það mun fjölga í þessum aldurshópi. Já, ekki eftir svo langan tíma. Hinn liðurinn í bókunni það að það orðinn verulegur ótti og áhyggjur yfir því að þessar gömlu og úr sér gengnu byggingar
eigi kannski ekkert rosalega langt í það að þær fari nánast sjálfar af stað með hjálp náttúruaflanna ef ekkert að gert. Og þá held ég að það tjón í rauninni sem gæti orðið yrði umtalsvert. Þannig að þess vegna ályktar stjórnin eða biður það í rauninni að það verði tekin ákvörðun sem fyrst það að fjarlægja þær eða það húsnæði eða það sem eftir af þessum eignum. Að það verði tekin ákvörðun það mjög hratt og örugglega. Hvort að það verði svo ákveðið að gera þessi hús upp í einhverri mynd svo allt annað mál. En ég held að hljóti að verða tekin svo ákvörðun að þessi hús verði ekki á þessum stað nákvæmlega, hvort þau fara utar á Höfða eða einhverju aðra lóð eða hvað sem verður ákveðið. Að þá stjórn Höfða umhugað það að þessi hús hvorki tefji eða hamli framtíðar uppbyggingu eða valdi skaða á núverandi byggingu. Takk fyrir. Takk fyrir. Það fulltrúi Einar Brandsson. Og næst á mannréttindaskrá bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveð hlýða. Ég kem hérna upp undir fjólalið eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson og formaður stjórnar, en ég skal viðurkenna það að ég las yfir þetta hratt og mín fyrstu viðbrögð voru svo að það væri verið að leggjast alfarið gegn uppbyggingu á Árnahúsum eða endurgerð, en eftir gott samtal við formann þá áttaði ég mig á því hvað þessi bókun væri í rauninni að gefa til kynna. En eins og við ræddum þetta inn í bæjarráðið, það er mikill skilningur á því að öll stækkun Höfða þurfi að ganga fyrir og stækkunarmöguleikar. Við megum aldrei með þessari endurgerð hefta slíka stækkun. Hins vegar voru við á því að þetta geti verið mjög skemmtilegt verkefni og jákvæð umræða það í samfélaginu gæti líka verið mjög skemmtilegt á þetta svæði. En aftur, eins og bæjarfulltrúi Einar bendir á, hvort sem það kæmi þá aðeins færum með ytra á lóðina utar á lóðina, en allavega verkefni sem slíkt mjög spennandi. En aftur, þetta er ekki eitthvað sem við myndum vilja gera þannig að við værum með einhverju leyti að hefta mögulega stækkunar, möguleika fyrir hjúkrunarheimili. Takk fyrir þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Ég ætla aðeins að fá að leggja orð í belg bara hérna varðandi þennan sama fundalið og þau hafa rætt bæjarfulltrúar Einar og Líf. Og taka undir það sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Einar Brandssyni varðandi það að það á bara eftir að aukast þörfin á rýmum á heimilum eins og Höfða. Og það er bara fyrir utan að það er bara þróunin og mannfjöldin, bara fjöldin í árgöngum segir okkur það, að þá er þetta líka bara brýnt miðað við ástandið á bara heilbrigðiskerfinu á Íslandi núna, að það er bara brýn þörf á hjúkrunarrýmum sem að til þess að losa fólk út úr í rauninni af rándýrum sjúkrahúsrúmum
og yfir í hagstæðari hjúkrunarrými þegar hjúkrunarrýmin eru líka bara það sem hentar fólkinu betur. Þannig að þessu þurfum við bara að halda á lofti og halda Höfða á lofti, þessi heimili eins og Höfði sem er bara í fullum rekstri en hefur alveg ótvíræða stækkunar möguleika, að það ætti að vera lag að stækka heimili eins og Höfða og fjölga hjúkrunarrýmum á svona heimilum frekar heldur en að vera endalaust að byggja ný og ný hjúkrunarheimili. Þannig að við þurfum bara bæjaryfirvöld á Akranesi að vera svolítið dugleg við það að halda Höfða á lofti gagnvart ríkisstjórninni, bara gagnvart heilbrigðisyfirvöldum og benda á hvað við erum hér með góðan kost til þess að stækka þetta heimili og fjölga hjúkrunarrýmum hér sem að gæti bara skipt verulegu máli í stærra samhengi. Þess vegna er einmitt brýnt að við eyðileggjum ekki möguleika á því að stækka Höfða og þurfum að finna góða leiðir til þess að gera gott, verja þessi gömlu hús, þessa byggðasögu sem þau hafa að geyma og leið hugsa til framtíðar varðandi hjúkrunarheimilið okkar og framtíðarrekstur þess. Þá er orðið laust að nýju við fundargerð og stjórn Höfða. Þetta er fulltrúi Björn Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveða það kemur líka undir skurðarleiðinum. Ég ætla að benda ykkur á að ef þið skoðið skipulagið, lóðaskipulagið þarna byggingareiti og það inn á Höfða, þá er þetta eyja inn í því skipulagi. Þannig að þetta getur aldrei verið þarna til frambúðar. Og ég held að við ættum að nota þá fjármuni sem er búið að eyrnamerkja í þetta til þess að finna okkur stað til þess að geyma þá þessi hús og fjarlægja þau áður en að þau eyðileggjast. Við förum ekki að eyða einhverjum 20 milljónir að lappa upp á það þarna til einhvern bráðabirgða. Það gerir við ekki. Við skulum þá nota fjármunni í að finna út og þegar við erum búin að finna stað og koma þessu fyrir, þá getum við farið að byggja þau upp og mér líst bara mjög vel á þær hugmyndir sem hafa komið varðandi að taka þetta með fjölbrautaskólanum eða hvernig sem þetta verði tekið í verkefnum. Það er að gera margt með þetta, en á þess að það getur þetta ekki verið til langt framar og við bara bíðum alltaf eftir þegar að næsta veður, ferðaði næsta veðri. Það slapp núna til í þessum veðrum sem búið að vera núna, en það gerir það ekki endalaust. Þess að það liggur mjög mikið á að við förum að gera eitthvað og við getum ekki farið að gera þau upp þarna á staðnum því að þau eru jafn mikillir hættu þarna. Þannig að húsin þurfa að koma miklu sterkari ef að færa þau þarna út fyrir þessar lóðir þarna utan á Höfða, þá þarf að vera búið að styrkja þessu hús. Það verður ekki gert þarna á staðinu. Við verðum ekki með þetta svona hálfbyggt þarna inn á Höfða. En bara ítreka það að ég er alls ekki á því að það er endilega að farga þessum húsum, en þarna geta þau bara hreinlega ekki verið einhver. Og núna að bæjaryfirvöld taki það vel til að skoðunar að láta það verða forgangsmál að fjarlægja þetta. Takk. Takk fyrir, staðarfulltrúi Björn Guðmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Höfða. Svo bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða.
Þannig að kannski byrja að benda forsetarum á að hann tók ekki eftir mér frekar en Ingþóri áðan. Við erum ekki litli menn. En hann burt sér frá því, þá langar mig að koma hérna undir 4. lið í fundargerð Höfða. Eitthvað svona undir sumt af því sem hefur komið fram. Ég er ekki sammála því að húsin geti alls ekki staðið þarna. Mér finnst að við þurfum að skoða betur alla þá stækkunarmöguleika sem eru á heimilinu. Byggja aðra hæð og nýjustu álmuna og fleira. Og þess að ég ætla svo sem að þarna fara karpa neitt það hvaða stækkunarmöguleikar eiga að vera frekar en aðrir. Þá þarf að skoða það betur. Það er fulltrúi Björn Guðmundsson kom hérna inn á að þarna betra færa á því að nota það fjármagn við búa eyrnamerkjaverkefninu í að laga húsin annars staðar. Það er ekki búið að eyrnamerkja neitt fjármagn, þannig að þarna það er nú ekki í neina pott að sækja. En mér langar svolítið að benda á bara með leyfi forseta mál númer 13 frá bæjarráðsfundi númer 3525 sem heitir einmitt Sólmundarhöfði Árnahús. Sá fundur fór fram 27. janúar eða 3 dögum fyrir fund Höfða og ef að á að taka ákvarðanir að rífa húsið eða fjarlægja húsið eða eitthvað annað en það sem kemur fram þarna, ég kannski lesu upp bara fyrstu línuna með leyfi forseta. Bæjarráð ítreka vilja sinn til endurgerðar Árnahúss í samvinnu við Minjastofnun Íslands og að framkvæmdin verði háttað þannig að það hindri ekki stækkunarmöguleika fyrir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili. En ef það á að taka einhver aðra ákvörðun með þetta, þá verður það að koma aftur inn í bæjarráð. Þá verður það bara að fjalla aftur það, hvort að bæjarráð sé á því að rífa húsnæðið eða fjarlægja það. Ég er mjög hrifinn af því að við endurgerum húsið þarna, en eins og segi náttúrulega í bókuninni hérna, að þá er það háð því að það hindri ekki stækkunarmöguleika og mér finnst við ekki hafa heildar yfirsýn í það hvaða möguleika eru til stækkunar Höfða. Og við þurfum svolítið að hafa það fyrir framan okkur áður við þurfum að taka ákvörðun það að rífa þetta hús. En ég bara ítreka það ef að á að breyta út af þessari ákvörðun bæjarráðs, þá þarf þetta mál að koma aftur inn og ég treysti því þá bara að formaðurinn taki þetta aftur inn í bæjarráð. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég biðst afsökunar á að hafa ekki séð hönd hans á lofti. En ég vil líka taka fram að frá mér séð þá var bæjarfulltrúi Lífans og Skarsta sjónarmun á undan Ingþóri áðan að reynda fenn. Þess vegna fekk hún orðið á undan. En ég vil líka ítreka það ef það kom ekki skýrt fram hjá mér áðan í mínu máli varðandi hjúkrunarheimilið og Árnahús að þá er ég bara nákvæmlega þarna sem að þessi fyrsta setning í bókum bæjarráðs að vilja endurgera Árnahús, varðveita byggðasöguna sem að þessi hús hafa að geyma í samvinnu við Minjastofnun og gera það þannig að þau verði ekki fyrir og hindri ekki stækkunarmöguleika Höfða. Skilaboðin sem við fáum síðan frá stjórn Höfða 3 dögum seinna, svo bæjarfulltrúinn bendir á, eru þau að þau gætu orðið fyrir. Við verðum auðvitað bara að halda því samtali áfram og finna góða leið til þess að gera þetta þannig að svo með vera. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Höfða, það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins svona til að sýna fram á það að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson talaði aðra kosti til að stækka Höfða og vissulega er stjórn meðvituð það að við ætlum í rauninni að fá að byggja 2 hæðir og þá hæð sem er á nýjustu álmunni
og við erum alveg meðvituð það að það stækkunarmöguleiki út að Ynnisveg, þá út á bílastæðin sem eru við Höfða og þriðji kosturinn þessi álma sem að getur farið í átt að sjónum. Því að það hlýtur að vera eðlilegra að það gamla fólk sem að þarf að leggjast inn á hjúkrunarstofnun sé á hjúkrunarheimili, ekki sjúkrahúsi. Því að bara kostnaðurinn við einstakling á sjúkrahúsi, þetta eru rauntölur 2020, að þá kostaði eitt sjúkrarúm á sjúkrahúsi 61 milljón og það lægra gildi og svo erum við með svokallað hærra gildi sem 71 milljón. Á hjúkrunarheimili kostaði plássið 2020 13.648.000 lægra gildið og hærra gildið var 15.180.000. Þannig að við sjáum alveg að það verður að hafa pláss fyrir þá einstaklinga sem að þurfa á þess að halda. Því að í dag 2018 þá voru 3,6% af íbúum Íslands 80 ára og eldri. 2038 reiknað með því að þá verði 6,7% íbúanna 80 ára og eldri. Og 2048 þessi tala komin upp í 8,6%. Þannig að við sjáum alveg hvað framundan. Þannig að það slæmur kostur að ef við lendum í því að þurfa að byggja hugsanlega þá hjúkrunarheimili annars staðar hér á Akranesi eða í nágrenninu út af því að við byggðum einhverja gamla gömul hús upp og létum þau standa þannig að einn af stækkunarmöguleikunum á Höfða verður ekki framkvæmanlegur í framtíðinni. Það bara svo einfalt þetta mál. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Höllu Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjórar aðrir sem hlýða. Þetta mjög skemmtilegar og fróðlegar umræður Árnahús og stækkunarmöguleika Höfða og blanda mér í þær. Mér finnst mjög fróðlegt þetta tölurnar frá Einari og varðandi lýðfræðilega breytingar á næstu árum. Við hljótum náttúrulega við hljótum í framhaldinu og ég hvet stjórn Höfða til þess þá, tvo fulltrúa hér, að við hljótum að hugsa hvað ídeal stærð á hjúkrunarheimili. Hvenær hjúkrunarheimili búið að ná þeirri stærð sem að það besta rekstrareiningin og hvað viljum við að hafa, viljum við að það sé stórt. Því við hljótum náttúrulega að við getum ekki horft fram á, með stækkandi bæjarfélagi fram á að Höfði stækki með okkur einhverju tímapunkti, hvort sem það eftir 20, 30, 40 ár, ég veit það ekki, kannski verður það mikil framþróun í
heilbrigðistækni að við þurfum ekki á hjúkrunarheimilum að halda það á, en svona maður hugsa það samt að á einhverjum tímapunkti þá verðum við að horfa til þess að það verði annað hjúkrunarheimili eða einhvers konar stofnun sem tekur við þá því sem umfram stærri en að Höfða sem við teljum að Höfði getur borið í fjölda hjúkrunarrýma. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Orðið í laust. Útvíkjastjórn á Höfða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, svo það komi nú bara skýrt fram að stjórn Höfða, hún ræddi þetta einmitt út frá þessu vinkli sem bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson kom inn á, hvenær eru orðin nógu stór og hvenær of stór og allt það. Niðurstaðan var kannski ekki endilega 100% vísindaleg en við teljum að með þeim fjölda sem að gæti orðið með því að hækka nýju stálmenn 2 hæðir og að minnsta kosti 1 álma í viðbót, hvort sem hún fer út á bílastæði eða út á Höfðan, að þá væri einingin mjög góð í sjálfu sér. Þá erum við ekki að koma með annað sem sagt kostnaðurinn við það að búa til nýtt heimili það að þá fáum við aftur stjórn og stjórnendur og allt það sem tilheyrir eldhús og sali og hitt og þetta sem að þarf í grunninn, að við metum það allavega svo að þeir stækkunar möguleikar sem eru fyrir hendi falli innan þess ramma að þetta verði vel rekið hjúkrunarheimili og stærðin verði ekki til trafala. Takk fyrir. Fyrir Einar Brandsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Björn Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem glíða. Það var aðeins að því að við talaðum fjármuni sem væri búið að sitja í varðandi Sólmundarhöfðann, þá Ragnar benti á 13. grein, þar stendur nefnilega akkurat þar þessi pening, eða nefnilega haldið að varum að lesa 13. greinina þessum bæjarráðið, þar kemur fram ákveðin upphæð sem á að sitja í verkið, sem eru tjónabætur. Það upphæðin sem ég var að tala þannig að það víst fjármagn þarna fyrir hendi sem í þetta. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Björn Guðmundsson og bæjarfulltrúi Ragnar D. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa og aðrir sem á hlýða. Þessar tjónabætur eru náttúrulega ekkert öðruvísi en aðrar tjónabætur. Þær eru greiddar út til þess að bæta tjón en ekki til þess að rífa húsið eða fella. Og ef við förum í það þá fáum við ekki greiddar út bætur frá tryggingafélaginu fyrir það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég geti svo bara tekið þetta áfram hérna frammi og eftir. En orðið í laust að nýju, fundargerð Höfða. Það enginn sem kveður sig hljóðs. Þetta þar með þessi fundargerð stjórnar Höfða, númer 136, hér með framlögð. 9. fundarliður, málsnúmer 23.01.018, þetta eru fundargerðir á árinu 2023 frá Faxaflóahöfnum. Og lagðar eru fram fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna
númer 224 frá 12. október síðastliðnum, númer 225 frá 11. nóvember, 226 frá 25. nóvember og númer 227 frá 16. desember síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég fara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra sem á hlýða. Mér langar að koma hérna upp undir fundi númer 225, fjórði liður. Þetta er skemmtiferðaskip, útlit sumarvertíðar 2023. Á þessum fundi kom fram að það hefur verið töluvert fyrirspurnir frá höfninni hér, mikið lági. Sér í lagi minni skip og Sigurður Jökull, markaðsstjóri Faxaflóahafna, er bara mjög bjartsýnn á sumari hérna. Það hefur orðið algjör sprengja í Reykjavíkurhöfn og Faxaflóahafnir hafa markvisst verið að benda á höfnina hérna og reyna að beina skipum hér upp yfir. Það er bara mjög spennandi og vonandi að það komi eitthvað út úr því. Faxaflóahafnir eru líka farnar að markaðssetja höfnina eftir stækkun, sem gefur okkur náttúrulega möguleika á mun stærri skipum og fleiri skip. Þannig að þetta er bara mjög spennandi. Svo langar mér hérna að taka aðeins fundargerð númer 227, þriðji liður, lóðasamningur við Hver. Verðum þetta fram á frönskunni. Þetta er rétt hjá mér. Hafnarstjóri og sviðsstjóri framkvæmdasviðs kynntu lóðasamning við Hver Ísland á Grundartanga og stjórnin heimila hafnarstjóra að fara í undir þetta samning. Þetta er mjög ánægjulegt. Bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili fékk kynningu á þessu verkefni. Ég held að það væri bara mjög gagnlegt fyrir bæjarstjórn sem nú situr að fá einnig kynningu á þessu verkefni. Sem þeir forsvarsmenn Hver Ísland er að vinna. Þetta er gríðarlega stórt verkefni og getur skapað mjög mörg störf og er bara mjög spennandi inn á þetta svæði, skapar líka marga möguleika. Þannig að vetnisframleiðsla og fleira. Þannig að ég held kannski bara beina því til forseta að við núverandi bæjarstjórn fái kynningu á þessum hugmyndum félagsins þarna frá og þau verkefni sem þeir eru að vinna að. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarfulltrúi Kristján Helgi Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða. Fyrsta Raggi og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson var að koma upp undir fundargerðum. Ágæðum að koma líka því ég smá varðandi fund 224, fyrsta lið. Ég var að velta fyrir mér þessar kynningu á eigendaskipti Reykjavíkurborgar og hvort að ég sé að það var verið umræður og ég beini ykkur spurningu til Ragnars af því hann var í stjórnum þá. Er það þín tilfinning einhvern veginn að eigendastefna Reykjavíkurborgar hafi einhverja neikvæða hagsmuni á neikvæða áhrif á hagsmuni Akranes? Það er það sem ég er að Ég átti með að hugsanlega er ekki svar núna en ég bara er að velta fyrir mér því að við erum minnihluta eigandi í höfninni og þetta á líka við eins og við Orkuveituna og þar er eigendastefna Reykjavíkurborgar plagg sem tekið mark á í stjórn Orkuveituna. Þannig að ég býst ekkert við einhverju svari núna, ég veit bara svona hluti sem ég var að velta fyrir mér. Og takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristján Helgi Sveinsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér upp til þess að spyrja okkar fulltrúa, nú veit ég ekki hvort að það sá núverandi eða sá fyrrverandi sem getur svarað spurningunni, en ég held að sé mjög fróðlegt fyrir okkur að fá að vita og þá kannski þá sem á okkur hlusta hvernig staðan með stækkunina á höfninni, hafnagarðinum hérna hjá okkur. Ef ég man rétt þá var opnuð útboð í stækkunina en síðan í raun hefur ekkert frést af því, þannig að ef annarkvor fyrrverandi eða núverandi stjórnarmaður getur svarað okkur og upplýst hvernig staðan þá væri það mjög gott mál. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Og það er nú rétt að ég taki það fram hér bara sem forseti að hérna þar sem að málið sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson spyr í raun og veru ekki að finna einhvers staðar í einhverju af þessum fundargerðum og þá kannski ekki við því að búast að menn geti svarað þessu alveg hér á staðnum. En ég vænti þess að stjórnarmenn okkar í stjórn Faxaflóahafna geti tekið eitthvað saman og upplýst bæjarfulltrúa það sem að hann spurði En bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það sem hann bæjarfulltrúi Einar Brandsson spurði varðandi lenginguna á hafnagarðinum. Þá sem sagt var tilboðinu tekið sem var lærra, það bárust 2 tilboð í verkið, annars vegar Borgarverk og Hagtak. Og Hagtak var töluvert lærra heldur en Borgarverk og var rétt undir kostnaðaráætlun eftir að búa uppreikna og laga það sem þar var. Og það sem sagt núna bara verið að ganga frá því sem sagt samningum það. Hins vegar á stjórnarfundi sem var haldinn núna á föstudaginn síðastliðinn, þá kom það einmitt fram að það vantar eitt leyfi og það frá Orkustofnun. Og bauð ég fram okkar aðstoð til þess að klára það, til þess að drífa þetta verkefni áfram, af því að þetta mikill hagur fyrir okkur að keyra þetta áfram. En þau fullvissu með það að þau væru með góð sambönd og trúðu gjörn að þetta kemur mjög fljótt í gegn það sem að vantaði þaðan frá, en allt annað væri klappað og klárt. Þannig að við bara bíðum spennt og vonandi sjáum við bara bara menn byrja að vinna við öfnin okkar sem allra fyrst. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar. Þeir sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar aðeins Hlíða. Bæjarfulltrúi Kristinn Halli Svinsson kom hérna og spurði lið 1 í fundargerð númer 224 almenna eigendastefnu Reykjavíkurborgar. Bæjarfulltrúi velti fyrir sér hvort að þetta myndi hafa áhrif á Faxaflóahafnir og þá hvort það væri neikvæð. Ég tel ekki svo vera. Reykjavíkurborg búin að vera, eins og bæjarfulltrúi benti á, þá náttúrulega var Orkuveita Reykjavíkur búin að setja sig eigendastefnu. Reykjavíkurborg núna að yfirfara eigendastefnu allra B-deildarfyrirtækja. Svona stærsta breytingin kannski sem við munum eða sem frá Faxaflóahafnir, það bara skil á ársreikningum og framkvæmdaáætlunum og svoleiðis. Reykjavíkurborg setti fram ákveðin tímaramma þar, bara upp á sína áætlunargerð. Það kannski helstu breytingarnar. Gagnvart svona okkur sem hlutuðum og annað, þá hef ég ekki trú á því að við séum að fara
finna mikið fyrir þessu, þar sem náttúrulega Faxaflóarnir og við hérna í bæjarstjórn erum búin að samþykkja eigendastefnu fyrir Faxaflóarnir. Og þetta er mikið til bara sambarlegt yfir þessi önnur getendafélög sem við eiga. Þannig að þarna, nei, ég held að þetta sé bara svona hluti af þeirra stefnumörkun. Takk fyrir. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Faxaflóahafna? Svo ekki. Það er þar með framlagðar. 10. fundarliður málsnúmer 23.01.031. Þetta er fundargerðir frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga á árinu 2023 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir frá 917. fundi stjórnar sambandsins sem framfór 20. janúar síðastliðinn og 918. fundi stjórnarinnar sem framfór 27. janúar síðastliðinn. Orðið er laust þessar 2 fundargerðir. Það er enginn sem, það er einn sem kveður sig hljóðs, það er fulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst ég bara að verða að koma hérna upp til þess að ræða fundargerð 917. fundar og annan lið, þar sem að Lilja Björg Ágústsdóttir segir sig úr stjórninni og Einar Brandsson tekur sæti í stjórninni og vil ég nota tækifærið og óska honum hjartanlega til hamingju fyrir okkur og veit að hann verða duglegur og halda góða ræður og hérna, en ég held að viti samt ekki hvað þetta kalli yfir sig að fundinum munu lengjast töluvert þannig að þetta getur verið að vera einhverjir dagar hjá þeim þarna. Það er góðar og skemmtilega fundargerðir en þegar Einar eru komin þarna mun hann skemmta þeim og verður verðugur okkur fulltrúi. Hjartanlega til hamingju Einar. Takk fyrir fulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Ég vil bara taka undir hamingjuóskir til Einars Brandssonar að vera komin inn sem aðalfulltrúi í stjórn sambandsins. Það er að sjálfsögðu fagnaðarefni fyrir okkur hér í bæjarstjórn Akraneskautsstaðar að eiga mann þarna inni. Og tala nú ekki svo öflugan bæjarfulltrúa sem þar fer. Takk til hamingju með þetta Einar. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir sambandsins. Einar Brandsson fær orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að koma inn upp og þakka kærlega fyrir hólið og hamingjuóskirnar. Og fyrst ég er þá komin hérna upp að þá ætla ég nú svona kannski að draga aðeins úr væntingunum því að ég sé sem aðalfulltrúi út mars samkvæmt lögum félagsins. Þá ber að kjósa nýjan aðalmann og þó að sá sem hér tali hafi fullan hug á því að fá að halda áfram, þá er það nú ekkert neitt sem er öruggt í þessu lífi og kannski sérstaklega og það sé kannski ekki allra vitorði að eftir svona fyrsta alvöru fund 918 eftir að ég var formlega aðalfulltrúi að þá fast svona nánast í laga yfir því sem að ég var og talaði á stjórnarfundinum. Þannig að það er ekkert gefið í því að ég verði langlífur í þessari stjórn. En ég mun gera mitt besta til þess að reyna að halda sæti minni þarna og halda áfram að tjá mig. Takk fyrir.
þessi auka líka til að vera Ég bara, takk fyrir bæjarfulltrúa Einar Brandsson. Ég vil bara hvetja bæjarfulltrúann til þess að slá ekki af og halda endilega áfram að tjá sig, nýta tíma að minnstu kosti á meðan að þú situr þarna. Nota þetta vel. En fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir sambandsins. Stjórnarsambandsins. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þá teljast þær þar með framlagðar. Fleira ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður og fyrir fundarsetuna. Segi þessu fundi slitið.